Það komið sæl. Guðmundur heiti ég og er í leiðtogateymi Sensa. Búinn að vera það síðustu 10 ár, eða frá því að við sameinum hóp úr Símanum og Basis inn í félagið Sensa þá. Eygló kom inn á að ég var ekki að gera neitt í öryggismálum hjá Símanum, sko. Ekki neitt, en ég vann hjá Símanum í 18 ár áður en ég fer til Sensa og lengst af þar stjórnandi, 12 ár, fyrst sem forstöðumaður og svo framkvæmdastjóri síðustu 5 árin. Þannig að nálgun mín svolítið þegar ég kem inn í Sensa að taka þetta viðfangsefni var svolítið út frá stjórnun, út frá svona mannlega þættinum. Ég er náttúrulega umkringdur hörku tæknifólki á öllum sviðum hjá Sensa, þannig að það kemur auðvitað inn með þessa þekkingu og mér var það mjög ljóst, mjög snemma, að upplýsingaöryggi stýst tækni, en líka tölvöld mikið okkur sjálf. Bara hvernig við hegðum okkur í kringum gögn. Og síðan hefur bara tíminn veitt að ljósa að það er bara þannig. Og í dag erum við að tala gögn og mér langaði svona að nálgast þetta út frá því að, eins og ég segi hérna, leitum ekki langt yfir skammt. Og ég vonast til þess að svara því í þessum fyrirlestri í dag. Já, þetta snýst allt gögn og við sáum þannig bara áðan hjá Matt að þetta er ekkert smá mikið magna gögn sem við erum að búa til og við þurfum einhvern veginn að ná utan þetta. Við erum á hverjum degi að búa til ný gögn og við þurfum að safna þessu og við þurfum að flokka þetta, við þurfum að gresja þetta, við þurfum einhvern veginn að vinna með þetta og þannig að þetta er á öllum stigum. Gaman að sjá þetta svona í logo ímyndin okkar. Og öllum þessum stigum þurfum við líka að vernda gögnin. Hvort sem við erum að geyma þau, að vinna með þau og nýta þau með hvaða hætti sem er, þá þurfum við alltaf að passa upp á öryggi. Það er óumflýjanlegt. Gögn eru verðmæti. Þetta er bara það sem við erum að gera allan daginn og við erum að búa til einhvers konar hugverk og auðvitað mismunandi gerð eftir hvað fyrirtækin eru, en sannarlega eru þetta verðmæti. Og að þetta eru verðmæti fyrir okkur, og þá er þetta líka verðmæti fyrir þann sem er hinum megin við borðið. Og þetta er ekkert flókið, þið þekkið þetta, það snýst það að einhver nær kontról yfir gögnunum okkar, stillir okkur upp í vegg og við þurfum að greiða lausnagjald fyrir gögnunum okkar. Og tölurnar segja allt sem að tala sínu máli. Þessar tölur sem við sjáum hérna hafa raungerst og það er ekkert sem bendir til annars heldur en að þetta haldi svona áfram. Við heyrum það hjá Matt áðan að hakkararnir og þeir sem eru raunverulega að sinna þessum business, við getum orðað það þannig, þetta er bara að verða meira advanced. Og það sem meira er að þetta er líka partur af hernaði. Þetta er notað bara til þess að lama innviði þjóða og þannig koma höggja á þjóðir í hernaðarlegum tilgangi. Við sjáum svona í fjölmiðlum þessar svona fjölmiðlamynda þessum típiska hakkara sem er þarna niðri, en við vitum það að, eins og tölurnar segja, að þetta er bara iðnaður. Það er actually einhver sem mætir á morgnana eftir að búin að skila barninu í skólan, mætir á skrifstofuna og er bara að gera flott hakkarastarf og fer svo bara heim í fjölskyldufam þegar að degi loknum. En það væri það ekki hægt ef það á að skapa svona mikið verðmæti eins og við sáum á glærunni hér á undan. Á 15-20 sekúndum fresti, minnst þetta rosalega tölur. Fellur fyrirtæki fyrir einhvers konar tölvuárás. Og bara meðan ég stend hérna uppi þennan hálftíma, þá erum við bara að tala einhvers í kringum 100 fyrirtæki sem hafa liggi í valnum. Og oftar en ekki er það notendanafn og lykilorð sem kemst í umferð, sem einhver nær tökum á og misnotar. Þannig að þetta snýst okkur. Og eins og ég nefndi áðan, þetta er bara orðið miklu stærri partur af upplýsingaöryggi, það eru við og af því að við erum mannleg. Við gerum mistök, við reynum að muna, sækjum okkur jafnvel ekki hjálpa því við teljum við kunnum og svo framvegis. Eða bara áttum okkur ekki á það sem er fyrir framan okkur finnst það vera raunverulegt en það er það ekki.
langflest innbrot eða einhvers konar árásir á fyrirtæki heppnast með þeim hætti að það er komist einmitt yfir lykilorð eða notendanafn. Það eru við, notendur, sem að klikkum á klikkinu. Og þetta er bara eins og með vatnið, það rennur bara þangað það sem er auðveldast að renna. Og þess vegna er fókusinn æ meira á okkur sem notendur heldur en að reyna að brjótast inn. Auðvitað það áfram inn í myndinni, en hitt er bara auðveldara. Ég þarf svo sem ekki að segja ykkur þetta. Tölvupóstur er ennþá algengasta sýkingaleiðin og það er bara einfaldlega vegna þess að við notum ennþá mjög mikið tölvupóst. Og í gegnum þann miðil erum við að fá tengla eða viðhengi sem við klikkum á. Og það spinnast upp allskyns óværa og einhvers staðar á bakvið og framkvæmir einhvern usla í okkar umhverfi. Jú, það eru veikleikar í hugbúnaði líka og við eigum auðvitað að uppfæra hugbúnaðinn okkar og vera að passa okkur að gera það þegar uppfærslu koma og það getur oft verið erfitt að fylgjast með því og þess vegna þarf þetta helst að vera einhver svona sjálfvirku ferli. Við eigum að uppfæra iPhone-un okkar eða síman okkar þegar það kemur tilkynning það. Það er verið að gera þetta fyrir okkur. Oft á tíðum er þetta einmitt einhvers konar veikleikar sem verið er að laga. Og svo er það blessuðu lykilorðin og að því að við erum mannleg þá gengur okkur stundum illa að búa til öll þessi lykilorð og eigum það til að nota einhver mjög einföld eins og sumarið punktur 2005 og svo framvegis. Þá getum við spurt okkur hvað þetta er á það. Við verðum bara að gera ráð fyrir því að við verðum hökkuð. Við verðum að búa til þannig, að búa þannig hnútana hjá okkur að við verðum hökkuð. Setja fram einhvers konar helstu áhættur sem blasa við okkur, það sem við höfum áhyggjur af og ákveða bara hvað við ætlum að gera. Hvernig ætlum við að bregðast við ef eitthvað gerist. Og vera jafnvel búin að fara í einhvers konar roleplay. Til þess að sjá svona hvort að það er ráðstafanir sem við erum búin að setja upp muni duga. Það er það sem Evrópusambandið gerði. Þau ákveðu að taka kontról. Þau ákváðu að segja, þetta gengur ekki lengur, við getum ekki búið við það að hér geti þjóðir jafnvel ráðist á okkar innviði og lama okkur. Þau taka frumkvæðið og setja upp þetta regluverk sem við þekkjum í dag, NIS og NIS 2 og svo DORA. Og sem snýst þetta bara auka öryggi og auka þessa seglu. Þetta ágætis orð, stafræn segla, sem snýst það að við þolum álagið. Og þegar það ráðist á okkur og þá þolum við það álag sem að kerfin okkar fá á sig eða þá að það verður fyrir einhverju skakkaföllum að við getum fljótt komið upp aftur. Og þarna eru við, stjórnendur líka settir þá stöðu að við erum ábyrg fyrir þetta gangi eftir. Það er okkar stjórnenda í fyrirtækjunum, framkvæmdastjórnir, stjórnir félagana sem þurfa nú að stíga upp. Þessi þekking þarf að koma inn í þennan hóp. Við þurfum að skilja það þegar öryggisstjórinn kemur og talar um áhættur og talar um afgangsáhættur og af hverju viljum gera þetta en ekki hitt. Við þurfum að setja okkur inn í þetta og skilja þetta. Því að sú ábyrgð er komin á okkar herðar. Það sé okkur sem eru stjórnendur. En auðvitað líka er partur af þessu að þjálfa starfsfólkið því að við erum allan daginn með eitthvað fyrir framan augun okkar sem við þurfum að passa okkur á. Fyrirtæki eins og Sensa og þjónustuaðilar eins og Sensa eiga að geta aðstoða fyrirtæki með þessi mál, með svona það sem verið er að biðja skýrslugerð sem þarf að skrifa til eftirlitsaðila, ýmiss konar uppfærslur á kerfum. Ég talaði um uppfærslur hérna áðan, hversu mikilvægt þetta sé einhver reglugu ferli. Yfirsýn yfir verðmætin, að það séu gerðar afritun og endurheimtar prófanir, atvikaskrár, að fyrirtæki séu með skilgreind breytingastjórnunarferli og frávíkjaferli til þess að tilkynna og annað slíkt til að halda utan um og svo framvegis. Þetta er eitthvað sem að fyrirtæki eiga geta komið í og fengið svona sem part af ákveðinni þjónustu. En hvar á ég að byrja? Fyrir áramót héldum við ráðstefnu á samt logos, þar sem við töluðum um NIS og DORA og það var svona meira út frá svona stjórnkerfislegum þætti upplýsingaöryggis. Hvar á ég að byrja? Því það er verið að gera kröfur um allskins framsetningu á verklagsreglum og hinu og þessu og það getur alveg verið krefjandi. Þannig að í þeirri grein nálgaðist og í framhaldinu skrifaði ég pistil þar sem að við fjallaðum þetta. En hér í dag er ég meira að hugsa um öryggið.
og tala þetta leitum ekki langt yfir skammt, höldum áfram. Ég get alveg ímyndað og ég finn það bara og við finnum það alveg þegar við erum að tala við okkar viðskiptavini og fyrirtæki sem koma til okkar að fólk bara ringlað. Hvar á ég að byrja? Það svona kerfi og það fullt af flottum lausnum til að hjálpa okkur að verjast. En maður getur alveg svolítið ringlaður og maður veltir fyrir sig hvar eiginlega best að byrja. Þannig að maður getur staðið svona, getur ekki beint krossgötur, þetta bara út allt. Og við erum búin að hugsa þetta lengi hjá Sensa, hvernig getum við nálgast fyrirtækin með þetta og hvernig getum við einfaldað lífið með þetta. Og það kom upp þetta fjall. Og hugsaðum með okkur, þegar við erum að labba upp fjall, þá förum við einhverja grunnbúðir, förum síðan einhverja búðir næst og svo endum við á einhverju tindi. Og hér erum við bara að segja, þetta fel í sér að við byrjum á því að nálgast þetta út á því að byggja grunninn. Mér finnst best að nota bara heimilið. Það bara að læsa hurðinni, við erum að byrja að læsa hurðinni. Og síðan þróum við okkur áfram yfir í kamp. Í grunnbúðunum þá að tala notenda útstöðurnar, verja notenda nöfnin okkar, fjölþátta auðkenningu og ýmislegt fleira, fyrir síðan upp á miðstig, þar sem þá meiri áhersla á svona fleiri varnir og ég kem að sinna þetta betur eftir. En þannig að þetta sé svona ákveðið ferðara. Það sem við gerðum líka jafnhliða þessu núna og okkur tókst að gera það er að setja marka nýja vöru sem við köllum skíavist 365 og skíavist vernd, netvist og ýmsar fleiri þjónustur, þar sem við erum að reyna að hjálpa fyrirtækjunum einhvern veginn að klikka í þessi box. Ef við byrjum á grunnbúðunum, mér finnst þetta svona eiginlega sem við köllum low hanging fruits. Við byrjum á því að passa bara upp á tölvunir okkar séu í lagi, það séu uppfærðar og séu varðar. Að við séum með gögnin okkar örugglega afrituð og þannig að við getum notað þau. Ef við lendum í einhverju að minnsta kosti eigum gögnin okkar og við getum endurheimt það. Við séum með tveggja þetta auðkenni alls staðar sem við getum. Það grátlegt. Það grátlegt að horfa upp á það og þetta bara mjög ægilega algengasta ástæðan. Fyrirtæki lenda í tölvuárás og verða fyrir skakkaföllum vegna þess að það mögulega gleymdist. Það einhverjir notendur sem gleymdist. Eða bara það var svo mikið að gera í öðru að bara við náum ekki að klára þetta. Þetta var einhver notendur sem voru ekki búin að klára. Við erum einhvers konar stýringu á uppfærslum og við erum síðan með framsetningu á því að grunnurinn okkar sé settur fram eins og bestu aðferðir segja til. Við séum með grunninn góðan. Með öðrum orðum, ef við tek aftur heimilið, áður við förum að skoða einhverjar vídeókamerun inn á heimilið, einhvers konar hreyfiskynjar og svo framvegis, byrjum á að læsa hurðinni. Byrjum á að læsa hurðunum. Það ekkert frábært að vera komið allt saman inn, en sína bara 2-3 hurðir opnar. Að auki langum við bara að benda á svona líka aðra þætti eins og að skapa þá menningu í fyrirtækinu. Ég sé allt og ofta ennþá að fólk að nota fyrirtækjapóstin í persónulegum samskiptum. Að búa til þannig menningu að þetta sé aðskilið. Og sömuleiðis má alveg skoða það og ég veit að mörg fyrirtæki hafa farið þá leið að passa upp á það að notandinn sem að nota tölvuna dagsdaglega sé ekki með fullir réttindi á tölvunni. Það getur verið annar notandi sem þú ert með, sem þá með sér lykilorði. Þegar þú þarft að uppfæra vélina eða gera eitthvað slíkt eða sækja forrit, sem bara mjög sjaldan. Og þetta kemur í veg fyrir að sé að keyra eitthvað upp á hans og verður var við það, því þá poppar upp krafa lykilorð. Og bara til þess að segja hér að eins og til dæmis bara nýja varan okkar skíavist 365, að hún að til dæmis að klikka í þessi box eins og bara varðandi fjölþátta auðkenningu, uppfærslustjórnun og fleira. Og fleiri, eins og ég segi, þjónustur, afritun og þjónustur og fleira sem að klikka í þessi box. Ef við hoppum síðan inn á miðstigið, kampinn, þarna erum við farin að tala að vera með þá eitthvað eftirlit á grunnstöðinni. Við tölum á honum að við viljum skapa eitthvað grunnstöðu. Þarna erum við farin að hafa eftirlit með því að grunnstaðan sé í lagi. Innbrotavarnir. Og svo tölum við hér reglulega vitundarvakning, það ekki beint kannski vara, en þetta bara partur af því sem þarf að gera og fyrirtækið þurfa að klikka í það box.
vera með öryggisúttektir reglulega eða svona óreglulega, bara að sé með ákveðnum millibili, vera með einhvers konar vefsíun varðandi það ef við förum inn á einhverja óæskilega síður sem að við áttum okkur ekki á. Stundum lítur þetta bara nákvæmlega út eins og raunverulegu síðurnar. Og síðan að sé einhvers konar aðgangsstýring að netkerfunum okkar, þannig að það sé ekki hver sem getur komið og stungið tölvunni inn í samband skrifstofuna okkar og fengið aðgang. Og svo erum við komin upp á toppleveli, við erum hér komin upp á tind. Hér erum við bara að tala um alvöru öryggisvöktun á öllu umhverfinu okkar, 24/7. Fylgjast með alls konar samhengi hluta frá mismunandi loggum og átta okkur á því hvort það sé eitthvað óeðlilegt í gangi. Við erum hérna komin með viðkvæmnisflokkun gagna sem gerir það verkum að við getum ekki einhvern veginn gert hvað sem með hvaða gögn sem eru. Gerum innbrotaprófanir eða pentest, þar sem við reynum að álagsprófa umhverfið okkar, og síðan með varnir, gagnalega varnir, þar sem er fylgst með einhvers konar óæskilegri meðferð upplýsinga. Þetta er allt saman mikilvægir þættir á öllum stigum. En það er ekki gaman að vera kannski komin í að byrja á efsta stiginu, en það er bara fullt af dyrum opnum. Og það er ekkert óeðlilegt að sé þannig þegar það er verið að nálgast nokkur frá hinum ýmsu áttum með lausnum sem geta hjálpað okkur. Mig langar til að segja ykkur líka frá þessu hérna, upplýsingakort. Þegar við fórum í Office 365 Sensa fyrir ansi mörgum árum, þá fannst við okkur svona eiginlega missa tökin á upplýsingunum. Það var bara komið út um allt. Og við hugsaðum með okkur, við verðum einhvern veginn að ná tökum á þessu og fórum svona einhvern veginn að púsla þessu saman og úr var eitthvað sem við köllum upplýsingakort. Og síðan var þetta bara vöru. Og við erum búin að hjálpa fjölmörgum fyrirtækjum að gera þetta, að reyna að stilla upp upplýsingunum okkar, átta okkur á því hvar upplýsingar eru, hvar eru viðkvæmar upplýsingar, hvar eru persónuupplýsingar og eru upplýsingarnar varðar með réttum hætti eftir því sem við á. Þannig að þetta hjálpar okkur að fá svona myndræna framsetningu, þetta hjúpar þetta betur, mann einhvern veginn líður betur með að maður hafi einhverja yfirsýn yfir þetta og skilja stöðuna og líka hjálpa til við að fara fram á veginn. Ef maður er að bæta ykkur kerfi við, ok, hvar kemur það inn í upplýsingakortið, hvaða upplýsingar eru þetta svo framvegis. Og ég tala ekki með það sem Matt var að tala hérna áðan, hvað mikið af upplýsingum verða til hjá okkur. Þeir eru svona fyrir eitthvað skeri tölur, gríðarlegt mikið magn sem við erum síðan ekki að nota. Og þetta hjálpa til líka. Það átt okkur á því að það eru bara hvaða gögn erum við að geyma hérna og er einhver ástæða til að hafa þarna og eigum að færa kannski gögn hérna yfir í einhvers konar archiving-mót. Þannig að þetta er svona partur af því líka að hjálpa sér að verjast, að það er að vera með góða sýn á upplýsingarnar. Mér langar að segja líka eina dæmisögu stutta af öryggisvöktun. Nýlega fórum við í svona proof of concept með viðskiptavinni, þar sem við settum svona öryggisvöktun í gang, þar sem var á útstöðu viðkomandi og svona í kringum umhverfið og það sem gerðist bara ég veit ekki hvað þetta var, innan við sólarhring eftir þetta fór inn í proof of concept. Þá verður starfsmaður fyrir því að óláni að fara inn í okkur síðu og þar er einhvers konar virki sem að nýtir það session sem var í gangi, það er að segja aðganginn og það sem var búið virki inn og það byrjar eitthvað að fara í gang. Og þetta spottaði þetta algjörlega leið. Þetta var búið að grípa inn í, þetta var búið að einangra notandann, það var búið að láta tækniborðið okkar vita og tækniborðið var að hafa samband við notandann og búin að láta hann hafa nýja notanda þannig að hann geti unnið áfram. Þetta er að gerast á 10 til 15 mínútum. Og svona með það sem þeir sem best þekkin í Sensa segja að þetta er mjög líklega verið einhver svona árás sem hefur sennilega bara heppnast nokkuð vel. Það er að segja að komið sér mjög illa fyrir viðskiptavininn. Þannig að þetta sýnir okkur alveg að þessar vörur eru virkilega að gera sig. Þess vegna langar mér bara að enda þessu að segja leitum ekki langt yfir skammt. Byrjum á grunnum, byrjum á því að loka hurðunum áður en við förum að velta fyrir okkur hreyfiskynjurum og myndavélum og öðru slíkt inn á heimilinu, ef ég nota þá myndlíkingu. Byrjum á að ræða, tölum við okkar, förum í gegnum þetta inn í fyrirtækinu eða ræðum okkar þjónustuaðila, hvernig byrjum við á því allavega að tryggja grunninn hjá okkur. Við þurfum auðvitað að halda áfram og vera með vegferðina en ekki týna okkur í vegferðinni og gleyma því að tryggja grunninn. Þess vegna tala ég leitum ekki langt yfir skammt. Því að það er allavega alveg klárt að þeir aðilar sem að stunda tölvuglæpi er ekki að bíða eftir því að við innleiðum NIS og DORA. Þau eru bara byrjuð og þið sjáuð á tölunum sem við sjáum fyrir í þessu glærisætti að
það eru greinilega hörku tekjur í þessu og aðilar á fullu. Þannig að á þeim nótum segi ég bara takk fyrir og vonaði að hafi haft gagn af. Já, það greinilegt að öryggi upplýsinga snýst ekki bara eldveiki og flóknar tæknilausnir, heldur líka það hvernig við hugsum og hegðum okkur. Þannig að veikasti hlekkurinn eins og Guðmundur Stefán nefndi eru jú við. En þar sem að við eigum nú nokkrar mínútur áður en að næsti fyrirlesari kemur upp á svið, þá langaði mig að nýta tækifærið og spyrja þig aðeins, Guðmundur Stefán. Þú sýndir graf sem sýnir svona tekjur eða öllu heldur skaða sem að heimsbyggðin verður fyrir vegna tölvuárása. Eru fyrirtæki þá að greiða tölvuþrjótum í rauninni? Greiða fyrir það? Já. Já. Og setjum ykkur bara í þessi spor. Ég meina ef að við viljum náttúrulega ekki viljum ekki fara í þessi spor. Við viljum auðvitað reyna, sem ég nefndi áðan, við þurfum að gera ráð fyrir þetta gerist og við viljum geta verið í þeirri stöðu og geta sagt nei, ég er ekki að fara að borga það neitt. En þannig er það bara ekki. Þess vegna erum við hérna í dag að tala um þetta. Það eru allt og margar dyr opnar og fyrirtæki lendi því allt í einu að það er búið að læsa allir gögnunum og geta verið í þeirri stöðu að eiga jafnvel ekki afrit sem er í lagi. Er ekki búið að hugsa þetta allavega einhvern áleiðis og standa það bara frammi fyrir mjög erfiðri ákvörðun. Þú borgar þessar milljónir og fær gögnin, ef þú fær gögnin. Síðan eru auðvitað einhver aðili að segja nei, þú átt ekki að borga, kannski með 100-150 manns í vinnu. Og ef að fyrirtæki fær ekki gögnin þá er bara mögulega bara systemt af, þú ert bara að fara að hætta. Því við tölum það áðan hérna og sáum hvað Matt var að segja. Við erum stöðugt að búa til gögn og þetta er mest að virðið í fyrirtækinu. Þau eru upplýsingarnar okkar og síðan starfsfólki. Þannig að hvort sem að fyrirtæki ræða og ég veit líka með einstaklinga sem hafa staðið frammi fyrir því að það er búið að taka minningarnar frá því. Ljósmyndirnar eru farnar. Og lausnargjaldið kannski ekki til að þannig hátt, það getur verið 100-200.000 krónur og þú átt engin afrit af þessum gögnum. Ég skil alveg, þetta er bara mjög móra spurning, ég meina ætla ég bara að týna minningunum mínum eða ætla ég að borga þetta bara og vona að ég fái þetta aftur. Greinilega er verið að borga og greinilega fólk að fá þetta aftur því annars væri þetta ekki business. En þangað viljum við bara ekkert fara. Já, algjörlega. Einhverjar fleiri spurningar? Við höfum tíma fyrir auka ef einhver vill nýta tækifæri. Nei, þá höfum við bara tíma fyrir okkur. Þá höfum við lengri tíma. Bara frábært, takk kærlega fyrir þetta.